Já, góðan daginn. Velkomin til fundar í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Þessi fundur er númer 534. Fundurinn er haldinn í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og í dag er 16. maí og klukkan er 17:01. Mætt eru til fundar Gylfi Ólafsson, Dagný Finnbjörnsdóttir, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson, Eyþór Bjarnason, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og starfsmaður fundarins er Tinna Ólafsdóttir. Fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur Ísafjarðarbæjar 2023. Hann er hér lagður fram til síðari umræðu og orðið er laust. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilhörendur og gaman að sjá hér Eyþór Bjarnason sem er að setja sinn fyrir fyrsta fund í bæjarstjórn. Bara velkomin. Nú erum við að taka ársreikningin fyrir til seinni umræðu og verður nú vonandi samþykktir hér í lok þessarar umræðu. Og þetta er alltaf ákveðin áfengi þegar við samþykkjum ársreikning, þó þetta sé svona stöðumat á síðasta ári. En kannski, þið fóru nú kannski vel yfir helstu atriði og ársreikningum á síðasta fundi, en mér langar nú samt að fá að segja hér nokkur orðum ársreikningin. Og það er nú kannski það helsta að reksturinn á síðasta ári gekk nú bara vel og stórum hluta til, þótt að niðurstaðan hafi ekki verið eins í ákvæði og við ætluðum okkur samkvæmt áætlunum. En allar kennitölur voru svona meira jákvæðar, nema það að alhittur í okkur var neikvæður, en við höfðum gert ráð fyrir að hann yrði jákvæður. En það skýrist nú mest af viðbótarframlaginu til brúar og það er nú hlutir sem við ráðum ekki við. Og svo eru þetta vextirnir sem við borgum og sem voru yfir halvan milljarð sem þetta vegur líka þungt í árferði sem hefur verið. Þannig að það hefur þetta áhyggjuefni, en samt sem áður erum við að skila A B-hluta í 120 milljónum tæpum í pluss og það er vel. En við höfum þetta verið með neikvæðan rekstur síðustu 3 ár, þannig að það er komið tími til að snúa við reksturinn. Þannig að þetta er alltaf réttri leið hjá okkur og ég held að það megi mikið hjálpa til að þessi markmiðssetning sem við settum okkur í upphafi þessa kjörtímabil sem var þetta sameiginlegt átak okkar bæjarfulltrúa og ég vil meina að það hefur ekki bara gengið vel hjá okkur halda okkur við efnið og þetta hefur verið mjög samstiga við að reyna að fylgja þessum markmiðum eftir og við erum að sjá árangur af því núna. Þannig og við erum að sjá skuldaviðmið lækka og skuldahlutdeildar að lækka, veltufið frá rekstur að aukast, þannig að þetta er allt svona í rétta átt. En reksturinn er auðvitað enn krefjandi og þið munið kannski þegar við settum okkur markmiðin fyrir tæpum 2 árum. Við tölum að það væri stabbi á lánum sem við værum að klára og það er bara gaman að segja yfir því við klárum 11 lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga núna í febrúar. Og það er með mjög þungum afborgunum. Þannig að þetta er að léttast hjá okkur þótt þetta gengur aðeins hægar heldur en með markaði við settum okkur upphafi en þetta gengur samt. Og fjármálastjóri er nú að vinna 3 ára uppgjörið og það er bara að koma vel út. Þannig að það verður lagt fyrir bæjar og mjög fljótlega. Þannig að þetta er svona allt í áttina. Þrátt fyrir að reksturinn hafi komið vel út á síðasta ári, þá er náttúrulega framkvæmdum við mjög mikið. Og það er auðvitað helst frá því að segja að við erum auðvitað umbylta allir aðstöðu knattspyrnuiðkunar á Torfnanesvelli og það var einn stærsta framkvæmdin á síðasta ári og verður líka einn stærsta á þessu ári. Og þar sem við erum að taka í notkun 2 nýja gervigrasvelli. En stærsta framkvæmd síðasta árs var þetta sjálfsögðu Hafnarsjóði, þar sem við erum enn í Sundabakkanum og það verður mikill léttir í haust þegar við förum að gera fjárhagsáætlun þegar við verðum ekki með 100 milljóna alltaf bundna eingöngu í Hafnarsjóði. En það segir maður oft en það er alltaf þannig að Hafnarsjóður framkvæmir mest. Og ég ætla ekki að útiloka það en við náum að gera mikið í sumar eins og við ætlum okkur þá verður minna á höfnunni á næsta ári. Þannig að þetta er nú svona, þetta potast allt. Og svo kannski má líka segja fyrir því að eitt af stóri framkvæmdunum er þá líka í fráveitu og vatnsveitu
og það er náttúrulega sama á þessu ári og þannig við erum náttúrulega að taka gangskurk núna í fráveitunni og og það var líka komið tími til. Þannig að eins og ég segi, það er auðvitað ljóst að reksturinn verður áfram krefjandi þótt að ársreikningurinn núna fyrir árið 2023 hafi nú verið bara ágætur og hafi bara gengið vel þrátt fyrir óhagstætt rekstrarumhverfi og það voru þetta þættir sem við reiðum ekki við sem urðu þess valdandi að hann var ekki eins góður og svo við ætlum okkur í upphafi og það er þetta fyrst og fremst, það eru þetta vextir og svo þetta viðbótarframlag frá Brú. Þannig að bara áfram við og ég vil bara að lokum líka þakka stjórnendum og starfsmönnum bæjarins við þessa vinnu og mér langar þá sérstaklega að þakka fyrir skýrsluna sem er algjör nýjung hér, skýrsluna með ársreikningum. Þetta vorum við að gera í fyrsta skipti og þetta á að vera svona til þess að gefa bæjarfulltrúum aðeins betur sýna á hvernig reksturinn er að ganga á síðustu ári og hvað er það sem stendur upp úr og hvaða verkefni eru sem við erum að vinna með og ég vona að þessar upplýsingar séu bara til þess fallin að hjálpa bæjarbúum enn frekar að gera sig grein fyrir bara rekstri og verkefnum sem við erum að gera. Þannig að ég bara vona að við samþykkjum ársreikninginn sem ég vona að við gerum, því það er ekkert sem við getum gert á þessu. Þetta er þetta rekstur síðasta árs og það verður engu breytt á þessu. Takk fyrir þetta Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Dagný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram eftirfarandi bókun. Rekstrarniðurstaða Ísafjarðarbæjar er ánægjuleg og nú eru mikil tækifæri framundan. Þrátt fyrir þetta þarf að bera ársreikning saman við fjárhagsáætlun. Gert var ráð fyrir að A-hluti yrði með 34 milljón króna afgangi og A- og B-hluti með 272 milljón króna afgangi. Þrátt fyrir að skatttekjur hafi orðið 130 milljón króna meira en gert var ráð fyrir er rekstrarniðurstaðan 150 milljón krónum lægri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Mikilvægt er að nýta auknar tekjur til að greiða niður skuldir, lækka álögur á íbúa eða í fjárfestingar en ekki að blása út reksturinn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Dagný, þá er þessi bókun framlögð. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Já takk. Gylfi, gjörðu svo vel. Ég ætla að leggja fram hér bókun ársreikningur Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2023 hefur nú verið kynntur og liggur fyrir bæjarstjórn til samþykktar. Rekstur Ísafjarðarbæjar er að styrkjast þrátt fyrir áskoranir í rekstri sveitarfélaga og þar vegur þyngst há verðbólga, auk þess sem viðbótarframlag til Brúar lífeyrissjóðs hafði neikvæð áhrif á rekstrarniðurstöðuna. Afkoma Ísafjarðarbæjar árið 2023 er jákvæð og skilur nú afgangi sem nemur 190 milljónum króna, en reksturinn var neikvæður 109,6 milljónir króna árið 2022. Það eru mörg jákvæð teikn á lofti. Skuldahlutfallið er að lækka. Það var árið 2022 139% en er 133% árið 2023. Skuldahlutfallið hjá A-hluta er 121,8% en var 124,7% árið áður. Skuldaviðmið A- og B-hluta er 86,5% og 81,1% fyrir A-hluta. Veltufé frá rekstri er að auka sem munar á milli ára sem styrkir getu sveitarfélagsins til að standa undir framkvæmdum og öðrum skuldbindingum. Handbært fé hækkaði 305 milljónir króna frá fyrra ári og var handbært fé í árslok 2023 563 milljónir króna. Á síðasta ári var mikið framkvæmt en fjárfest var fyrir rúmar 743 milljónir króna í A- og B-hluta á árinu. Umsvifamestu framkvæmdirnar voru 2 nýjir gervigrasvellir á Torfnesi sem munu umbylta allri knattspyrnuaðstöðu á svæðinu, hafnarframkvæmdir og fjárfestingar í fráveitu og vatnsveitu. Það er ljóst að rekstur sveitarfélagsins verður áfram krefjandi en ársreikningur ársins 2023 er þó til marks að vel hafi tekist þrátt fyrir óhagstætt efnahagsumhverfi. Takk fyrir þetta Gylfi, þetta er þá lagt bókun í lista meirihluta í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar lögð fram.
Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Nei. Svo er ekki. Þá ber ég ársreikning Ísafjarðarbæjar 2023 til atkvæða og vinsamlega skefið með merki og hann er samþykktur samhljóða. Þá erum við komin að öðrum lið á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Þetta eru viðaukar við fjárhagsáætlun 2024 og varða feril þjónustu og framkvæmdir áætlun. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs, fundurum var númer 1284 og var haldinn 13. maí síðastliðinn. Var að bæjarstjórn samþykki viðauka 3 í fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar varðandi framkvæmdar áætlun 2024. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er 0 krónur og helst því rekstrarafgangur á sveitasjóð A-hluta óbreyttur sem og samantekinn A- og B-hluti rekstrarafgangur óbreyttur samkvæmt þessu. Orðið er laust þessa tillögu bæjarráðs. Gylfi, gjörðu svo vel. Nú förum við að nálgast mitt árið og þá fara viðaukar að dúkka upp vegna þeirra breytinga sem orðið hafa á rekstri sveitarfélagsins frá því að áætlanir voru gerðar. Hér er til umfjöllunar svokallaður 0 viðauki en hann er í sjálfu sér ekki 0 viðauki að einhverju leyti vegna þess að hér er verið að taka úr svona liðum sem að heita ófyrirséðir liðir og taka þá inn í þá vera að taka úr þessum lið sem er skilgreindur sem ófyrirséð og ráðstafa honum. Það eru nokkrar breytingar. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir 9 milljónir króna vegna klósett sjónvarps og blaðamanna aðstöðu við knattspyrnuvellina á Torfnesi. Það eru hér komnar uppfærðar útgáfur af kostnaðaráætlun vegna uppbyggingar á ofanflóðavörnum við Flateyri og þar er talsverð aukning 21 milljón króna rúmlega sem að fellur á bæjarsjóð. Við tókum þá ákvörðun fyrir nokkrum vikum síðan að það væri heppilegt að taka yfir reksturinn á ferilþjónustu fatlaðra og kaupa til þess verkefnis 2 bifreiðar, annars vegar bifreið með lyftu og hins vegar svona snattbíl eða bíl til styttri ferða án sérhæfðs og það er fjallað í viðaukum frá fyrri fundum. Það er gert ráð fyrir að klára framkvæmdir við Hundagerði en á móti þessu þá koma nokkrar lækkanir. Það er þá sérstaklega að við frestum framkvæmdum við Skautasvell á Flateyri 4 milljónir króna. Lækkum þarna ófyrirséðar framkvæmdir og frestum endurgerð gangstétta og endurnýjun véla hjá áhaldahúsi. Þannig að samantekið á þetta ekki að hafa bein áhrif á reksturinn en það eru samt ákveðin fréttaefni í þessu. Takk Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefið með merki ef þið eru samþykkt þessu. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá er 3. mál á dagskrá, það eru nefndamenn í yfirkjörstjórn og undirkjörstjórnir á kjörtímabilinu 2022-2026. Þetta snýr að kosningu varamanns í yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar og í undirkjörstjórnir Ísafjarðarbæjar. Það er hér tillaga forseta að Steingrímur Rúnar Guðmundsson verði kosinn varamaður í yfirkjörstjórn í stað Önnu Ragnheiðar Grétarsdóttur og að undirkjörstjórnir verði kosnar samkvæmt framlögum lista sem að fylgir hér með í fundargögnum. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefið með merki, þetta er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að fjórða máli. Það er sláttur opinna svæða árið 2024 útboð. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1284. Fundurinn var haldinn 13. maí síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki að taka tilboði Kjarnasögunar EHF í slátt opinna svæða árið 2024. Orðið er laust þessa tillögu. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, hér er það voru ákveðin nýmæli í þessu útboði sem að fór fram fyrir nokkru og aðalega var þá það að hægt var að bjóða í einstök byggðafélög eða einstaka byggðakjarna og ekki gerð krafa að boðið væri í allt í einu. Hér háttar því þó þannig til að sá sem átti lægsta boðið átti lægst í alla byggðakjarnana, bauð í þá alla og því liggur beinast við að ganga til samninga við lægstbjóðanda sem er Kjarnasögun. Málinu er ekki alveg óviðkomandi að hér inni á bæjarskrifstofum hefur verið ákveðið að garðyrkjustjóri muni sjá eftirlit með þessum grasslætti og höldum við að það fyrirkomulag muni hafa það í för með sér að betur verði staðið að þessum slætti heldur en oft hefur verið. Takk Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég tillögu bæjarráðs til atkvæða vinsamlega að gefa mér merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 5. máli, það er tjaldsvæði Tungudal, útboð 2024, þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1284 frá 13. maí síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki að taka tilboði Tjalds EHF við rekstur tjaldsvæðisins í Tungudal. Orðið er laust þessa tillögu. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, í þessu máli eru þær gleðifréttir að hér snúum við þeirri leiðinda staðreynd að bærinn hefur þurft að borga með rekstri tjaldsvæðisins í Tungudal og miða við það tilboð sem kemur hér fram og ég held að sá bjóðandi hafi uppfyllt allar kröfur sem gerðar eru í útboðsskilmálum að þá mun bærinn fá greitt frekar. Svo nemur 4 milljónum. Þetta er ánægjulegt og ég held að það verði gott að tjalda í Tungudal í sumar. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða vinsamlega að gefa mér merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. mál á dagskrá, það er Hlíðavegur 1, umsókn endurnýjun á lóðaleigusamningi. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 630. Fundurinn var haldinn 13. maí síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykki endurnýjun á lóðaleigusamningi undir fasteignina við Hlíðarveg 1 á Ísafirði samkvæmt mæliblaði teknideildar frá 10. maí 2024. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem hefur beðið orðið. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða vinsamlega að gefa mér merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að máli nr. 7. Það er Suðurtangi 8, var áður nr. 7 á Ísafirði. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 630 frá fundinum sem var 13. maí síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki endurnýjun á lóðaleigusamningi undir fasteignina við Suðurtanga 8 á Ísafirði samkvæmt mæliblaði tæknideildar frá 10. maí 2024. Auk þess að leggur forseti til að nýr lóðaleigusamningur lúti jafnframt að stækkun lóðarinnar sunnan megin við fasteignina samkvæmt framlögðu mæliblaði en það hefur láðst að skrá það í fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar en var sannarlega miðað við framlögð gögn í þannig. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða vinsamlega að gefa mér merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að máli nr. 8.
Það er umsókn að nýta tún í Engidal við Réttarholtskirkjugarð. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 630 frá fundinu sem var 13. maí að bæjarstjórn samþykki að Kristján Ólafsson fái til afnota svæði C og D í Engidal til 5 ára. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem hefur beðið orðið. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlegast gefið mér merki. Ef þeir eru samþykkt, þetta er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að fundargerðum og það er 9. mál á dagskrá, það er fundargerð bæjarráðs. Hún er lögð hér fram til kynningar. Þetta var fundur bæjarráðs nr. 1283 og fundurinn var haldinn 3. maí síðastliðinn og er fundargerðin í 8 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það var margt áhugavert til umræðu á þessum fundi bæjarráðs, en sérstaklega vil ég vekja athygli á máli nr. 1. Þar, eins og ég svo sem tiltók í umfjöllunum viðaukan sem við erum þegar búin að samþykkja, kom fram minnisblað frá sviðsstjóra velferðarsviðs, þar sem að lagt var til að ferliþjónusta verði tekin yfir af hálfu sveitarfélagsins. Í minnisblaðinu er það ekki opinbert, var það ekki opinbert gagn? Er tiltekið að samningurinn hafi verið orðið mjög dýr og ekki hafi náðst samningar við þjónustuveitandann og því var tíminn eiginlega runnin út að fara í aðrar lausnir. Því var ákveðið að leggja til þess að keyptur yrði sérútbúinn bíll fyrir ferliþjónustuna og rafmagnsbifreið fyrir aðra stuðningsþjónustu, auk uppsetningar á hleðslustöð eftir atvikum í samræmi við minnisblaðið, og svo var bæjarstjóra falið að gera það þennan viðauka sem við höfum nú þegar samþykkt. Einnig vil ég vekja athygli á máli 3, en við fengum þar er tiltekið að bærinn fékk vilyrði fyrir styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða vegna göngustígs, brúar og áningarstaðar við Valagil í Álftafirði. Þannig háttar til, sem er nú dálítið merkilegt, að Valagil er land í eigu Ísafjarðarbæjar þó að það heyrir undir sveitarfélagamörk og skipulagssvið Súðavíkurhrepps, og úr varð eftir samtöl bæjarfélagana að Ísafjarðarbæjar tæki forystu í þessi máli og Súðavíkurhreppur kæmi ekki þær nálægt. En við fengum þarna talsvert góðan styrk til þess að fara í fyrri áfanga af 2 og bæjarráð fól þarna bæjarstjóra að byrja að útbúa útboðsgögn. Annað var svo sem ekki fréttnefnt, en ég er reiðbúinn til að svara spurningum ef ykkur eru. Takk fyrir, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Dagný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég legg fram tillögu að bókun undir lið 4 frá þessum fundi bæjarráðs nr. 1283. Hún er svo hljóðandi. Fiskjaldi í sjó hefur haft mikil og góð áhrif á Vestfirði. Atvinnulífið blómstrar, fólki hefur fjölgað jafnt og þétt og aukið líf hefur færst í fasteignamarkað á svæðinu. Vestfirðir eru eftirsóknarverður staður til að búa á. Atvinnutekjur á Vestfjörðum af fiskjaldi voru til að mynda 2,6 milljarðar árið 2023 en aðeins 400 milljónir árið 2014. Stöðugri fólksfækkun var loksins snúið við árið 2016 og hefur fólki á Vestfjörðum síðan fjölgað 6%. Þá hefur fiskjaldiskjaldið staðið undir beinni og brýnni uppbyggingu í þeim samfélögum þar sem fiskjaldi er stundað. Með tilkomu hærra fiskjaldiskjalds munu þau framlög aðeins aukast á næstu árum. Bæjarfulltrúar Ísafjarðarbæjar leggja áherslu á áframhaldandi ábyrga verðmætasköpun í sátt við umhverfi á Vestfjörðum í þágu íbúa Ísafjarðarbæjar.
Við styðjum við ábyrgt fiskeldi í sjó og viljum styrkja þær stoðir sem atvinnugreinin byggir á. Þá skiptir sköpum að ný löggjöf sem lagareldi hljóti brautargengi á Alþingi þar sem markmiðið að styrkja regluverk, rannsóknir og eftirlit þannig að skilyrði séu fyrir sjálfbærum vexti lagareldis. Allar upphrópanir að stöðva fiskeldi í sjó á Íslandi dæmi sig sjálfar. Takk. Takk fyrir þetta, Dagný. Þá ber ég þessa tillögu Dagnýjar, sem er fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, ber ég þessa tillögu að bókun fyrir hönd bæjarstjórnar upp og bið ykkur að vinsælast að gefa mig merki ef þið eru samþykk þessari bókun. Þá er hún hér lögð fram sameiginlega. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég ætla að byrja að þakka Sjálfstæðisflokki fyrir þetta frumkvæði og það verður gott að hafa þessa bókun með þegar ég á fund með atvinnuveganefnd Alþingis á þriðjudaginn til þess að fylgja eftir umsögn sem við sendum inn í síðustu viku og það er bara gott að hafa bókunina líka í farteskinu. En mér langaði nefnilega aðeins að taka upp lið númer 3 það sem kemur af Valagili. Ég ætla ekki að segja að það sé komið babb í bátinn en samt. Landamerki Ísafjarðarbæjar liggja að Valagili en hinum megin innri hluti Valagilsins er í landi Svarfhóls og við erum sem sagt að semja við landeiganda þar að leyfa okkur að setja brú yfir og það er ekki komin niðurstaða í það mál en ef við náum ekki að leiða honum í ljós hversu frábær þessi framkvæmd þá þurfum við aðeins að breyta framkvæmdinni og tryggja það að hún sé þá eingöngu í Ísafjarðarbæ en ekki í einkalandi Svarfhóls. En þetta leysist nú allt, þannig að en það er ágætt að upplýsa bæjarfulltrúa þessa hindrun. Takk fyrir þetta, Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Elisabeth, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúa og aðrir tilheyrendur. Fyrst við erum farin að tala lið 3 þá heyrði ég að því með Naustak, að það verið komin peningar í Naustakvíld á sinn tíma eða þá verkefni átt að fara af stað stíg þar upp og svo hefur maður ekkert svo sem heyrt meira af því að ekkert er gert og þetta komið núna á dagskrá þannig að ég vil bara spyrja hver staðan er á því. Takk fyrir þetta, Elisabeth. Arna Lára, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, takk Elisabeth fyrir þessa fyrirspurn og sem betur fyrir hefur orðið örlítil hreyfing á þessu máli, annars væri ég hér pínu í erfiðum málum. En við höfum þetta fengið núna 2 ár í röð frestun á þessu verkefni. Í fyrra fengum við enga til þess að gera verkefni fyrir okkur að því að verkefni snýra því að gera náttúrustíg þarna upp og sú þekking er ekki til innan hús hjá okkur eða hjá verktakonu sem við höfum verið að skipta við. Þannig að í fyrra sumar var haldin námskeið í gerð náttúrustiga og núna höfum við fengið mann sem heitir Kjartan Bollason sem ávist ættir að rekja hingað vestur. Ég er nú ekki búin að fletta hann upp í Íslandingabók en hann ávist ættir að rekja hingað og hefur verið að kenna námskeið í gerð náttúrustiga. Þannig að hann ætlar að koma hér og við erum að ná samningu við hann og hann ætlar að taka sér þetta verkefni og ætlar að vera með verklegt námskeið í gerð náttúrustiga. Þannig að við munum óska eftir sjálfboðaliðum eða bara bæjarbúum til hjálpa okkur að leggja stigin þarna upp undir hans verkumsjón og hann mun kenna leið og við notum þá Naustakvíldina sem svona sýnidæmi hvernig á að leggja náttúrustiga. Þannig að ég er að vona að sjálfboðaliðar taki vel í þetta, þannig að við getum nýtt þennan litla pening sem best, því að þetta eru ekki nema rúmar 3 milljónir sem við fengum í þetta verkefni. Þannig að ég er að vona að við komumst langt með þessu fyrirkomulagi, því það er svo sannarlega þörf að gera stig þarna upp og þannig að
ég bara hvet bæjarbú og aðra þá sem hafa áhuga að læra að gera náttúrustiga að koma með okkur í Naustakvildina. Því þörf er á. Já, takk fyrir þessar upplýsingar, Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá er fundargerð bæjarráðs nr. 1283 framlögð. Þá erum við komin að fundargerð bæjarráðs nr. 1284. Fundurinn var haldinn 13. maí síðastliðinn og er fundargerðin í 11 liðum. Orðið er laust. Og það er enginn sem hefur beðið orðið. Þá er þessi bæjarráðs fundargerð framlögð. Þá erum við komin að skipulags- og mannvirkjanefnd. Fundargerð lögð fram til kynningar frá fundi sem var númer 630. Fundurinn var haldinn 13. maí og er fundargerðin í 13 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er hún framlögð. Þá erum við komin að 12. mál á dagskrá, það er starfshópur málefni leikskóla. Hér er lögð fram til kynningar fundargerð 5. fundar starfshóps málefni leikskóla. Fundurinn var haldinn 17. apríl 2024 og er fundargerðin í einum lið. Orðið er laust þessa fundargerð. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Þetta er fundur starfshópsins sem var haldinn 17. apríl. Þar voru lögð loka drög af tillögu starfshópsins. Við fengum reyndar einn fundi viðbót, bara svona til þess að fara yfir málin áður en við sendum það inn til skóla, íþrótta- og tómstundanefndar sem fékk máli til umfjöllunar núna á miðvikudaginn. Þaðan er þessum tillögum svo vísað til kynningar til foreldra og vonandi fáum við þar inn til bæjarstjórnar á fundi í júní. Ég held að sé verið að horfa á 7. júní. Þannig að þá getum við tekið þær til afgreiðslu. En þetta hefur gengið mjög vel og vonandi erum við komið með einhverja tillögur sem allir geta sætt sig við. Takk. Takk fyrir þetta, Nanný. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er þessi fundargerð framlögð og að lokum þá er hér fundargerð frá umhverfis- og framkvæmdanefnd. Þetta er fundur númer 147. Fundurinn var haldinn 7. maí síðastliðinn og er fundargerðin í 4 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Ég ætla að fjalla sem fund umhverfis- og framkvæmdanefndar sem var haldinn fyrir viku síðan. Fyrsta mál að dagskrá þess fundar ber nafni Kría í sveitarfélaginu og hefur fengið töluverða athygli allavega innan sveitarfélagsins, aðeins fyrir í einu blaði held ég. Það er nú bara mjög lítið með við það sem hefur gerst á annarlega. En til þess að taka skýrt fram þá að því ég hef séð það á alls konar þráðum að það hefur verið sendt bréf á alla bæjarfulltrúa og beðið að taka afstöðu til þessum máls, þá hef ég ekki fengið neitt bréf. Og það hefur líka verið kallað eftir því hvað Kristján Galló, náttúrufræðingur hjá Náttúrustofu Vestfjarða, sagði eiginlega á þessum fundi. Þannig að ég ætla nú kannski að fara bara örlítið yfir þessu sögu og ég ætla að vona að þið hafi 30 mínútur aflögu til þess að ræða þetta mál, að þetta er erfitt mál. En fyrir að fyrsta þá vil ég taka fram að ég bý sjálf í þessu hverfi. Ég flutti í þetta hverfi 2006 að hausti, að vorið 2007 voru engar kríur. Og þannig gekk það í nokkur ár, það voru engar kríur. 2014 þá leigði ég út húsið mitt og flutt úr hverfinu. Þegar ég flutti aftur tilbaka 2017 þá komu kríur. Og þannig ég mun áætla að einhver tíman á þessu tímabili 2014 til 2016 hafi krían ákveðið að setjast að í Tungukverfi. Þetta fínt hverfi. Strax þarna vorið 2017 þá tóku bæjaryfirvöld við sér og ákveðu að reyna að gera eitthvað, en það er kannski ekkert rosalega mikið hægt að gera. En að því að umræðan hefur verið að við höfum ekki gert neitt og við höfum ekki sýnt málinu nein áhuga, þá ætla ég kannski að fara yfir það og ég ætla að taka skýrt fram að ég er ekki sérfræðingur ég er ekki líffræðingur, ég er ekki sérfræðingur í fuglum, alls ekki kríu, en ég veit hins vegar að þetta er óþægilegt mál fyrir íbúa hverfisins. Þannig að við höfum kallað nokkur sinnum til
fundar umhverfisnefndar sérfræðinga frá Náttúrustofu Vestfjarða til þess að fá hugmyndir og upplýsingar það hvað mögulega sé hægt að gera. 2017 og 2018 fengum við þær upplýsingar að það væri gott að setja skít á þetta svæði því að krían vildi ekki setjast á svæði sem að væri blautt og óvistlegt. Við gerðum það 2017 og 2018. Það sem gerist líka 2018 var að einhver ákvað að borga mig greiðan og hendi skíti yfir bílinn hjá mér. Þannig að einn morgun þegar ég kom út þá var bíllinn minn allir útataður í kúaskít en krían var svo sem ekki þar þannig að það hafði engin áhrif á viðgang kríunar að þessu sinni. 2019 var sett upp skilti með fræðslu það hvernig nætti að umgangast kríuna og prik. Það olli íbúum íbúar urðu reiðir við þær framkvæmdir. Fannst vegið að þeim og fólk skildi ekki að þeir voru hræddir. Þetta var gert 2019 og 20. Ég held 21 og 22 hafi mjög lítið verið gert. En það var slétt úr svæðinu og sáð í það og núna þetta bara hinn fínasta lúpínubreiða og krían mjög sátt. 2023 þá settum við upp fuglafælu að fenginu umsögn frá, ég man nú ekki hvaða aðilum það var, en ég ætla að segja ykkur það líka, 20 og 21, þá var Náttúrufræðistofa með rannsókn á svæðinu við Bónus þar sem þeir girtu af lítið svæði með nokkrum hreiðrum inni og rannsóknin snerist það að kanna hvað margir ungar kæmust að legg úr þessu svæði þannig að þeir var að kanna, ég man ekki, þetta heitir ekki viðfang heldur, nei, það skiptir ekki máli, að bara hvaða væri margar kríur og af þess hvað mörgum kríum, hvað kæmust að margir ungar að legg. Og það eitt að telja eggi í hreiðri, annað að telja unga á vappi og það gefur enga vísbendingu það hvað margir ungar komast svo hérna í burtu því að flestir eru drepnir þarna á svæðinu þar sem keyrt yfir þá og má segja að svæði kringum Bónus og götuna sé bara eins og flottur splattir á ágústkvöldum. Þannig að það ekkert sérstaklega hugulegt. En hugmyndir okkar hafa alltaf verið að reyna að færa fuglinn af þessu þessari fallegu lúpínubreiðu yfir á gamla fótboltavellinni sem við kallum malarvöllin á Skeiði. Við töldum að þessi aðgerð að setja upp þessa fælu þar sem að fælan gaf frá sér hljóð eins og örn eða refur sem að maðurinn heyrir ekki, engi stýr, myndi hafa það áhrif að krían teldist ekki örugg á þessu svæði og myndi færa sig. Hins vegar voru einhverjir íbúar sem voru mjög ósáttir við þá aðgerð og voru ítrekkað og slökkt á tækinu. Þannig að það má segja að þessi tilraun hafi ekki tekið sérstaklega vel og ekkert endilega að því að krían vildi ekki færa sig heldur bara að það voru ekki hljóð sem fældana. Það sem gerist líka á síðast ári var kannski miður skemmtilegra en ég ætla að lesa fyrir ykkur. Þetta vakti nefnilega pínu mikil viðbrögð þessi frétt, ekki bara meðal íbúa í Tunguhverfi, ekki bara meðal íbúa í Ísafjarðarbæ, heldur bara meðal íbúa á landinu öllu. Það þarna frægur rithöfundur og fyrrverandi forsetaframbjóðandi sem að setur á Facebook síðan og sína með leyfi forseta að þessa frétt að við séum að reyna að losa okkur við kríuna, Ísfirðingar, og segir að þetta sé ein sorglegasta frétt sem hann hafi lesið. Og það verður að segja að þarna eru hátt í 50 ummæli sem að flest snúa því hvað Ísfirðingar séu miklu dýranýðingar og þar kemur setning frá þessum fína rithöfundi þar sem hann taggar nokkra íbúa Ísafjarðarbæjar og segir mér að þessi frétt sé illa unnin og að viðhorf til kríunar sé ekki almennt svona á Ísafirði, að fólk sé ekki í alvörunni pirrað heldur einhver skrítinn aðkomumaður. Fyrir mér segir fréttin að maðurinn sé formlega búinn að slíta sig frá náttúrunni, síðasta vígið fallið þegar Ísfirðingar pirrast á kríunni og stugga henni burt. Þá þetta bara búið. Við erum bara Netflix, pallur og grill. Við erum búin að tapa. Formulegur tákgrænt aðskilnaður við náttúruna og núna ekkert eftir.
takk fyrir kærlega. Og þetta er það sem að mekta fólki á höfuðborgarsvæðinu finnst okkur Ísfirðinga. Það voru reyndar nokkrir sem að reyndu að tala máli Ísfirðinga og þeir voru nú og viðbrögðin létu ekki á sig standa. Þar sem að til dæmis var talað að það væri verið að innræta íbúðum fuglahattur. Þetta væri fólk sem að væri bilað á sinni, úrkynjað mannskepnur sem hafa náð lokastigi og svo er sama fólki og vill eitra umhverfið með stjórnlausu laxeldi í sjó, útrýma refnum og veiða hvali frekar en að dásta þeim. Hvaðan kemur þessi firring? Þannig að ég ætla ekki að lesa meira því við verðum kannski bara mjög leið, en ég vil bara ítreka að við höfum gert eitthvað sem að sannarlega hefur vakið athygli. Vandamálið er bara að krían, hún hlustar ekki. Og við fengum bréf frá fuglavernd á síðast ári, þar sem okkur var bent á að við getum búið til varpsvæði fyrir hana í Kvosinni við hliðina hjá Brúarnesti, sem er reyndar friðufjara, þar sem reyndar er mjög mikið fuglalíf sem við viljum alls ekki eyðileggja því það er mjög skemmtilegt. En þar áttum við að búa til ákjósanlegt varpsvæði fyrir kríuna og ég bara spyr mig, hvernig áttum við að benda kríunu á að hún ætti frekar að fara þangað heldur en að vera á þessar fallegu lúpínubreiðu við Bónus. Þannig að mér datt í hug hvort við getum kannski bara sett bréf við Bónus sem segir svona, með leyfi forseta: Kæru kríur, vegna öryggissjónarmiða viljum við biðja ykkur að færa varpsvæðið ykkar af byggingarsvæðinu við Bónus yfir á gamla fótboltavöllinn á Skeiði. Ástæðurnar eru tvær. Ungarnir ykkar eru ekki öruggir svona nálægt bílastæði og við fjölfarna götu. Íbúar í Tunguhverfi eru hræddir við ykkur og finnst nærvera ykkar á leikvöllinum og göngustígnum fráhrindandi. Suðurtangi, Hauganes og gamli fótboltavöllurinn eru ákjósanlegir staðir fyrir ykkur að vera á og svo er þið velkomin í æði. Við gætum hengt þetta upp alveg eins og að reyna að færa þau yfir á eitthvað tilbúið svæði. En staðan er kannski þessi að umhverfisnefnd fékk alveg á fund þar sem hann útskýrði fyrir okkur að mestu líkurnar á því að krían færði sig væri ef hún væri ekki með æti. Og staðan væri einfaldlega þannig að núna væri bara mjög gott æti við Brúarnesti þar sem að við erum komið stórt hverfi og frárennslislögnin liggur þarna, þar er mikið af síli og huggulegheitum, þannig að hún kýs að vera þarna. En hins vegar, þá er það ekkert grín að búa í návígi við 120 kríupör. Þetta er ekkert einhverja 5 kríur eða 10 kríur. Það voru 150 kríur 2020, kríupör 2020 og við erum að tala þá 300 kríur og við erum þá að tala þegar ungarnir eru komnir upp. Átt í 400-450 kríur. Þetta er ekkert smotteri, þetta er ekkert eitthvað grín. Þannig ég skil alveg íbúa, staðan er bara þannig að hinnir ólærðu nefndarmenn, umhverfisnefndar, eru bara ráðlausir og vita ekki hvað á að gera. Þannig að ef einhver er með góða hugmynd sem felur ekki í sér að útrýma kríunni, sem felur ekki í sér að mektar fólk á höfuðborgarsvæðinu sýpur andköf og kallar okkur alls konar illum nöfnum, þá held ég bara allir séu til í að gera eitthvað, af því það skilja allir stöðuna. Takk fyrir. Takk fyrir, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Svo er ekki, og þá er þessi fundargerð framlögð og dagskrá þessa fundar er þá tæmt. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góðan fund og óska ykkur til hamingju með nýsamþykktan ársreikning Ísafjarðarbæjar og þakka þeim sem á hlýddu jafnframt og fundi er þá hér með slitið.